En hann er 0-0 jafntefli. Hvað fyrstu viðbrögð eftir leik? Já, bara tiltölulega jafn leikur svona framan af, en svo lentum við aðeins undir pressu svona seinnipartinn í seinni hálfleik og kannski vorum svolítið sjálfum okkur verstir. Við vorum að flýta okkur stundum á mikið og vorum að senda kannski sendingar sem komu mönnum í vandræði og þeir gengu á lagið og náðu að setja hans pressa á okkur og skapa sér kannski fleiri færi en við, en við héldum það út, þannig að við tökum þetta stig bara. Hvað svona fannst þér sóknarleik þennan manna, sérstaklega í seinni hálfleik? Það var svona lítið alveg opin færi kannski. Já, við vorum í vandræðum að koma boltanum upp völlinn, það er alveg rétt og þeir náðu að setja svolítið pressa á okkur. Við vorum ekki að koma okkur upp í hornin og bak við eins og okkur gekk ágætlega í fyrri hálfleik. Og þannig að leikurinn kannski fengum ekki mörg færi í þessum leik en héldum við út og héldum hreinu og fengum stig fyrir það. Kemur við inn á það, þeir heldur hreinu og lentu undir pressu. Hlynur Örn alveg magnaður í markinu, hvað er að segja drenginn? Já, bara frábær, varði tvisvar mjög vel og eins og segir, hann líklega vann þetta stig fyrir okkur sem við á endanum erum með eftir þennan leik og góður markmaður, kemur mér ekkert óvart að hann standi sér vel. 7. sæti ennþá staðan í deildinni, hann er leikið að fara upp fyrir ykkur og... Nei, ekkert fara upp fyrir ykkur, þeir eru bara fastir þarna. Það ætlaði bara að vera fastir í 7. sæti. Nei, staðan er þá þarna, en við horfum bara á næstu, það eru 3 leikir eftir og 9 stig í boði, við reynum að ná í eins mikið af þeim og við getum og eigum 3 bara erfiða hörku leiki á móti góðum liðum og við þurfum bara að vera klárir í það. Við vorum aðeins laskar í dag kannski með menn í banni og einhverja veika og midda, þannig að vonandi verðum við bara búin að safna liði í vikunni og mætum klárir í næsta leik. Takk fyrir það, gangi vel.